Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og næst komið að því að tala aðeins heilbrigðismál. Þá kannski væntanlega ekki farið fram hjá neinum og margir rætt stöðuna í heilbrigðiskerfinu á Íslandi almennt og margir reynt út sagt óttaslegnir framtíðina og sérstaklega viðvarandi læknaskort og skort að kaupa á tækjum. En það eru fleiri málefni, við ætlum að tala aðeins krabbameinsleit og skoðun hérna og það eru fyrirhugaðar breytingar sem ég veit að þú hefur áhyggjur af. Já. Hvað að gerast? Sko það kannski bara komið að því að það sem að maður hafði óttast að myndi gerast undanfarin ár, það komið. Og staðan kannski svo, og ég kannski, ef við getum sagt, ég sit hérna sem kona, sem móðir, sem amma, sem landsbyggðarkona, en kannski síðast en ekki síst, þá ég líka búin að vera undanfarin 16 ár í hlutastarfi hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Og þar af leiðandi þá kannski þekki ég það að greinast með krabbamein grafalvarlegt mál. Fram að þessu þá höfum við haft mjög góða þjónustu. Ef ég tala bara þetta svæði hérna. Það hefur verið í gildi samningur sem á milli ráðuneytis, sjúkrahússins á Akureyri og heilsugæslunnar að halda hér úti leitastarfi. Og þá erum við kannski að tala númer 1, hópleit. Hópleit að legháls- og brjóstakrabbameinum. Og þetta og við finnum það náttúrulega, finnum aldrei fyrir neinu þegar þetta gengur, bara rúlar allt áfram. Þetta eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt og við höfum haft. En núna, frá og með miðjum júní, þá kemur upp svo staða að það ekki lengur hægt að bjóða upp á sömu þjónustu eins og hefur verið. Í hverju felst breytingin? Breytingin núna, hún felst kannski fyrst og fremst í því að það ekki lengur til staðar læknir, en eins og þetta myndgreiningarlæknir á sjúkrahúsinu á Akureyri. Myndgreiningarlæknir, það kannski, við erum vön að tala þessa stétt lækna sem röntgenlækna. Og núna semst ekki lengur sérfræðingur hér á staðnum sem að getur sinnt þessu. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að eins og að þá hópleitin sem slík, hún heldur áfram. Það að vísu samningur, það eru samningaumleitanir í gangi á milli Krabbameinsfélags Íslands og ráðuneytis fjármagn til þess að halda hópleit áfram gangandi. Sá samningur rennur út áramót. Hjartaði mér allavega slær pínlítið örar miðað við það hvernig þróunin bara almennt. Hvað gerist áramót í hópleitinni. En ennþá, til þess að hræða engan, ennþá og vonandi næsta semja. En þetta sem að gerast núna? Núna það að við skulum bara, það einfaldast að taka bara dæmi. Tökum bara dæmi, ef ég greinist, það sést í myndatöku, bara hefðbundinni brjóstamyndatöku, að það hnútur í brjósti, sem að þarf nánari skoðunar við. Þá þýðir það, þá ferlið þannig að þú þarft þá að fara til annars læknis. Þú færð að vita að það fannst eitthvað í brjóstinu og þú þarft að hitta sérfræðing til þess að ákveða hvað á að gera í framhaldinu. Núna, þá það þannig að það enginn hér á Akureyri lengur sem að getur gefið mér upplýsingar innan nefnilega tiltölulega stutts tíma. Þeir hafa verið með það góða þjónustu hérna að þeir hafa reynt og lagt mikið á sig að reyna að láta þennan biðtíma ekki vera mjög langan. Þannig að oftast nær hefur getað fengið þetta viðtal innan kannski 10 daga upp í 2-3 vikur, ekki lengur. Núna verður það ekki hægt, núna þarf ég að fara til Reykjavíkur. Af því að þar þó ennþá starfandi röntgenlæknar sem að geta skoðað. En þetta þýðir, þú þarft að þú ferði í skoðun, þú greinist eitthvað, þú þarft að fara í framhald, þarft að fara til Reykjavíkur, en þar biðtíminn hvað alltaf? Hann getur, við höfum heyrt, ég þori ekki að leggja höfuð að veði, en ég hef heyrt að biðtími geti verið alltaf 3 mánuðir.
við erum bara að sitja uppi með það að heilbrigðiskerfið okkar bara að dragast langt aftur úr fyrir utan síðan öll tækja kaupa pælingar. Sko, það aftur allt annar handleikur, sko. Og ég hef náttúrulega, ég búin að vinna, sko, í tengslum við heilbrigðisgeirann síðan 1974, þetta orðin ansi mörg ár, og manni fannst alltaf, til dæmis eins og þetta var bara sjálfsagt. Mér finnst mjög sorglegt þegar ég orðin eldri kona með börn og barnabörn og tengdadætur og systur að í dag, 2014, þá skulum við vera komin aftur fyrir, sko, við erum komin svo mörg ár aftur fyrir tíman. Núna bara, nú þarf ég veit það líka í mínu starfi að ég held ég hafi aldrei nokkuð tíman talað við nokkurn einstakling sem hefur greinst með krabbamein, sem hefur sagt annað en það að biðtíminn frá greiningu og þangað til að þú færð að vita hvað á að gera, hann erfiðasti tíminn. Ég hef aldrei hitt neitt og ég tók saman, sko, bara á síðastliðin 2 árum þá eru viðtöl hjá okkur á Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis, þau eru tæplega 1000 bara á 2 árum. Við erum ekki lengra aftur, sko. En þetta fólk kemur og það ræðir áhyggjur sínar. Og það hlýtur að vera, þú greinist með eitthvað verið brjóstinu að þurfa að bíða kannski 3 mánuði, fyrir utan náttúrulega kostnað og vesen við að fara til Reykjavíkur, en að bíða í 3 mánuði eftir því að fá að vita hvað í gangi með lífið þitt, hlýtur að vera skelfilegt. Það skelfilegt. Við erum að tala náttúrulega bæði sko, þetta kannski tvennskonar, við erum að tala auðvitað kostnað, sem sagt, vegna þess að það hlýst af þessu aukinn kostnaður. Það þýðir það að kona sem býr hér, annarkvort hér, við erum ekki bara, þetta á við auðvitað konur sem að búa utan Reykjavíkursvæðisins. Sko, þetta öll landsbyggðin og ég tel bara að ég sé bara að tala í þeirra nafni. Ég bara að reyna að vekja athygli á mjög alvarlegri stöðu sem að ekki verkefni einhvers eins eða 2 að reyna að leysa, heldur þurfum við bara að skoða hvernig getum við leyst þetta. Því þetta graf alvarleg staða að mínu viti. Við þurfum að ræða þetta eiginlega mun meira síðar og halda áfram aðeins að velta þessu fyrir okkur því að þetta grafalvarlegt mál sem að margir hafa áhyggjur af, ekki bara þetta heldur svona almennt og við heyrum það leir og við ræðum við bara hvert sem í heilbrigðiskerfinu að minnsta kosti líka hérna á Akureyri að fólk hefur gríðarlegar áhyggjur af stöðinni. Takk fyrir að koma og vekja athygli og svo við höldum áfram í föstudagsþættinum bara rétt á eftir.